Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin í sálfræðispjall við rauðaborðið. Til mín komin Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfir sálfræðingur við kvíðameðferðarstöðina og rithöfundur. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Við spjöllum hérna síðast í haust áráttu og þráhyggju. En núna, ég teki, liggur það einhvern veginn í loftinu og við höfum verið að ræða með hérna við rauðaborðið svona kannski aukin rasisma sem birtist svona í hér og þar, svona lynt og ljóst og kemur fram meira svona á samfélagsmiðlum. Já. Og sem sagt þeir sem hafa, fólk segist verða meira fyrir því og þú hefur verið að stúdera aðeins svona sálfræðin á bakvið rasisma, er það ekki? Já, ég var eins verið að pæla í þessu af því að þetta er eiginlega málefni sem hefur brunnið á mér í bara nokkra áratugi. Og ég hef sinnt aldrei mikið að innflytjendum á kvíðameðferðarstöðinni og þar að flóttamönnum og svona búi hér og þar og eignast vini einmitt svona frá ýmsum heimshornum. Og þá verði ég aldrei vör við svona, athugasemdir fólks og ég hef verið svolítið hugsi sérstaklega nýlega þegar ég hef verið að sinna fjölskyldu á vegum Rauða krossi, þá, í garð múslima. Mér finnst það alveg, kannski hefur eitthvað aðeins lært að stíga varlega til jarðar í ummælum um fólk eftir litarhætti, en mér finnst einhvern veginn að sé svona meira í lagi nánast hjá sumum að vera að tjá sig svona af mikilli vanþekkingu og mér finnst það ótrúlega leðilegt. Nú rasismi bara svo erfitt fyrirbæri og á svo mörgum sviðum, þannig að og náttúrulega mitt kannski oftast af vanþekkingu, maður heyrir það af núna þegar allir kannski kemur hópur af múslimum segjum, að þá eru sumir sem upplifa að þessi hópur sé að fara fram fyrir röðina hjá þeim Íslendingum sem fyrir sem eru í vandastattir og þannig myndast einhvern veginn eins og togstreita þarna í svona neðsta laginu hjá fólki sem á lítið og það er alveg þekkt að rasismi eykst þegar harðnar að dalnum eða verður samkeppni takmarkaður auðlindir eins og íbúðir eða störfið eitthvað svoleiðis og þá eykst rasismi og þá er fólkinu kennt sem að kemur hingað og jafnvel boðið hingað sem er í fullum rétt að vera hér alveg svo við, þannig að en það er mjög áhugavert að maður skoðar rasisma út frá bara svona félagsalvarlegu sjónarmiða því að fyrst hefur þetta verið skilgreint á mismunandi hátt, þetta hefur verið skilgreint fyrst sem bara svona ákveðna neikvæða tilfinningar í garð ákveðna hópa. En svo vil ég sumir meina að þetta er ekki bara tilfinningar, við eigum að skipta þessu niður í skoðanir, tilfinningar og líka hvernig við bregðumst við. Og svo er það nefnilega ekkert sama sem merkir þar á milli. Það er sumir sem að tjá mjög neikvæða skoðanir eða hafa neikvæða skoðanir á ákveðnum hópum en myndu kannski ekki mismuna. Svo eru aðrir sem hafa líka lært að vera ekki að lýsa yfir fordómum og sérstaklega kannski því meira sem fólk er betur sem það lesið eða mentað þá er það svona betra í að dylja fordómunum sína. Og þá hefur menn gert ýmsar stúdíur á þessu sem að fólk á að bregðast mjög hratt við og það sem fólk fær umhugsunarfrest. Þannig að þá eru þeir sem eru kannski vel lesnir í alveg jafn fordómafullir þannig séð en þeir sérstaklega þeir hafa ekki umhugsunarfrest og þá þetta er sömu gryfjur og aðrir og það er svona eins og til dæmis að segjum svo að þú að bregðast hratt við og túlka einhver atburðar á þar sem að hvítur maður hleypur eftir lituðum manni og fólk dregur ósjálfrátt ályktun að þetta sá litaði sé þjófur eitthvað svoleiðis, frekar heldur sá hvíti sé einhver misindismadur sem að ætla að ræna þann litað og svona, þannig það eru ýmsar svona drögum mjög hratt ályktanir. Og líklega fara þessi fordómar þá svona jafnvel óorðað á milli kynslóða og kannski börnum, það er kannski enginn sem er að segja börnum beinlínis að vara sig á þessum eða hinum en kannski skynjaðu það bara eða hvað? Hvernig fara þessi fordómar? Já, af því við lærum líka bara með bæði af því sem sagt er og líka því sem ekki sagt og hvernig foreldrar okkar haga okkur og hverja umgöngustu og hverja ekki og svo framvegis. Þannig ég held að skipti líka máli alveg svo að verið skoðað með þá sem að þróa með sér félagsfælni að meðaltali þá eru foreldrar að draga færra fólk heim og eru kannski minna félagslegu samneyti og allt þetta. Þannig það skipti líka máli hvað sýnur þau með hegðundinni sem foreldri. Þannig að það segir okkur það að jafnvel einmitt
fjölskyldur sem eru vel menntaðar og jafnvel hafa ferðast og eiga að vita kannski betur ef svo má segja að enga síður geta þessi fordómar farið á milli, geta einhvern veginn farið með bara líkamstjáningunni eða þessari hegðun sko. Já. Og svo er áhugavert að maður skoðar sko að því rauninni þá var einhver sem hélt í fram að það væri erfiðar að uppræta fordóma heldur en að kljúfa atóm sko að því að þeir eru á einhver leiti okkur eðlislægir þannig að við sko heilin flokkar saman áreiti og það gerum við til að einfalda bara tilveruna, við flokkum saman kaffibollar við aðrir og svo framvegis og við erum náttúrulega brjáluð við ætlum að spá í hvern einasta hlut og hvernig hann er öðru sem aðrir hlutar þannig að oft gagnast þetta og við erum ákveðna þum að fikra þessu reglur eins og að ljón eru hættuleg en það var hann svolítið skemmtilegt, ég heiti einu svona mann sem hafði ferðast mikið Afríku og hann sagði að það var nú aðalega gömul og veik ljón sem að legðu sér mannfólk til munns að því venjulega reynaðu að elta vísunda eða eitthvað svona aðeins bitastæðra kjöt þannig að stundum er þetta gagnlegt að flokka saman og oft og það er náttúrulega svona táknum góða aðlögun að geta aðeins flokka hluti í umhverfi sínu sko en það verða skamhlaup og svo er svolítið merkilegt líka hvernig við flokkum og það eru við og aðrir og svo sko það sem er í mínum hópi að ég á auðveldara með að sjá hvernig fólk í mínum eigin hópi hvernig það er mismunandi og ef það einhvern veginn gerir einhver mistök þá ég auðveldara með að skilja það og skýra með aðstæðum en einhver í hinum hópnum eða hinum stjórnmálaflokknum eða einhver gerir einhver mistök þá eigna ég fólki ákveðna neikvæða eiginleika í þeim hópi. Svo finnst okkur líka að einhvern veginn að fólk sé meira eins í hópum sem við tilheyrum ekki. Já. Þannig að, og hann sagði nú einu sinni erlendur maður mér frá Asíu, hann sagði einhvern tímann við vorum að fara að hittast á kaffihúsi og hann sagði, ég þekkti ekki Sjón, þú lítur út eins og allar aðrar íslenska konur þannig að honum fannst líka við vera allar eins við íslensku konur, þar ég var nú hálfmóðgun náttúrulega en það er akkurat þetta að aðrir sem við þekkjum ekki okkur finnst að vera meira eins og við eignum þeim einhvern veginn að þeir sé einhvern veginn meira og minna með sömu skoðanir og við. Þannig að þetta er eitthvað í heilanum sjálfsagt eða í okkar genetík sem jafnvel hefur komið, við náttúrulega engi veit er það hvernig heilin verður til eða hvað, hvort að það er bara áunnið og hefur einhvern veginn stimplast inn í. Já og stuðlast kannski þeirra á kannski freka komist af sem gátu lært að vara sig ákveðnum hættum, þú veist passaði á slöngum og ljónum og allt þetta og það gátu verið gagnlegt, við erum ekki lengur hellisbúar og við berum viss ábyrgð á því og eigum að geta aðeins unni gegn því hvernig við drögum ályktanir og aðeins svona kannski farið aðeins stíða eins út fyrir þennan þrönga ramma sko. En er það þá kannski ráðlegt fyrir fólk sem að finnur bara eins og þetta eins og þú segir ósjálfrátt til ótta eða vandræðagangs eða jafnvel fyrir svona óbeit á fólki sem er öðruvísi en það sjálft. Er þá kannski gott að koma því svona áleiðis til barna og til fullorðna, þú veist að það sé kannski það sé að mörguleiti eðlilegt en það sé ekki eðlilegt eða það sé ekki þar með sagt rétt eða einhvern veginn skilur að gera greinamunin á viðbragðinu og svo hinu. Já, okkur er eðlislegt að hræðast það sem við þekkjum ekki en besta leiðin er akkurat að kynnast því og það var dálítið skemmtileg stúdía gerð fyrir mörgum árum þar sem að það var gerð svona könnun meðal Íslendinga og hafa spurt svona þú veist, ég meina, hvað finnst þér fólk frá Afríku og svo framvegis og svo var alltaf farið nærfólki og nærfólki sagt en var þér sama þó að dóttin ætti vinkonu frá Ghana til dæmis já, ekkert mál en hún ætti kærasta frá Ghana þannig að það var alltaf komið nær og nær sko og það sem var áhugavert var kannski það að hérna því náttúrulega því nær sem var komið því meiri urðu hömlurnar sko fólk sem að sagðist vera algjörlega fordómalaust og allt þetta en leið þetta var komið alveg í nærum hverfi þá kom hik á summa en síst þá sem hefði verið skiptinemar. Þannig að þeir sem höfðu verið skiptinemar og búið einhver staðar í framandi heimsluta, þeir voru miklu opnar fyrir því að hleypa fólki nær sér af öðrum kynþætti. Þannig að og þetta sýnir það að það kynnast fólki, að það hefur alveg rosalega mikið að segja. Því að þá líka náttúrulega bæði sjáu það eru ekki allir eins og menn eru mismunandi. Og þannig að... En ætti þá ekki svona unga kynslóðin sem að hefur ferðast, hefur haft, eða unga, eða svona yngri kynslóðir sem hafa haft átt þess kost að ferðast og sjá aðra menningar heima, jafnvel í miklu mæli og búa annar staðar.
ætti það ekki að þýða svona rasismi og fordómar byggðir á rasismi ætti að vera bara úr sögun á Íslandi? Svo það fer nú eftir líka hvernig fólk ferðast. Það er nú stór hluti Íslendinga sem að fer bara ákveðna slóðir og slóðir sem það þekkir og til tenni eða eitthvað svo leið sko og heldur jafnvel hópin. Því við segjum líka, stundum heyrum að fólk segja byrju þetta fólk, það heldur sér saman, það aðlagast ekki og allt þetta. En við erum líka svona þegar við höldum hópin, þegar við búum erlendis og leitum kannski Íslendinga, ekki allir þó. En þannig að í raun og veru líkur sækir líkan heim og það á við okkur öll, alveg svo fólk með líka eiginleika líklega til að giftast. Þannig að, eða sameiginleg gildi. Þannig að, og það er bara ofur eðlilegt í raun og veru og aðlögun þarf að vera báða vegu líka. Það er ekki bara að því sumi segja að þetta fólk á bara aðlagast okkar menningu og allt þetta og vissulega ber manni aðlagast þeirri menningu sem að maður býr í að einhver leiti. En svo er þetta líka stundum verið að gera kröfur eins og ég sé það til dæmis eins og með múslima að sumi segja sko okkur geta þessi konur ekki sleppt slæðunum og geta ekki aðlagast okkar menningu og allt þetta en sumt eru bara grundvallar gildi eins og til dæmis sko þú ert ekki múslima en þú iðkir Múhameðstrú og það felur í sér ákveðin atriði og það eru tilmæli bæði til kalla og kvenna og það er ekki bara konur til dæmis konur ákveðin tilmæli til kvenna að það er síni hógværð og sé ekki að sko í rauninni sé líkaminn bara fengin að láni þú eru ekki að vera að leggja upp úr líkamlegu atgerfi eða kallmenn eru líka með tilmæli að þeir eiga að horfa niður og ýmislegt svona þannig eru bara mismunandi eftir kynjum og við drögum ósynlegt alltaf þá ályktun að konur hljóta að vera kúaðir eða byrja slæður og það var svolítið skemmtilega, ég las svona samantekt það var svona hópur ungra músískra kvennar sem tók sér saman og bara sögðu bara við ætlum bara greina frá akkur við göngum með slæð bara þannig það sé einhvern veginn og það var fullt ástæðum ein var svona empowerment, við viljum bara gera svo okkur sýnist, bara sýna fólki að ég ræði mínu líkama, ég gera eins og ég sýnist og ég vel sjálf hverjum ég sýni mitt það sem ég til persónulegt því það er svo auðvelt að segja já, fólk á bara aðlegast þannig aðlegunni getur við ætla þess að fólk sko varpi trúsinni fyrir róða því þú ert ekki eins og múslimi ef þú iðkar hann ekki, ef þú fylgir ekki við sem tilmælum sko, sem er líka dálítið flott það er ekki nóg eins og við sjáum kaþólika segjast vera ægilega trúaður og fara í kirkju og svona en það er ekkit endilega að það fylgi að þeir hægi sér alltaf vel. En nú sko eru náttúrulega bara sumir sem eru aldir og búa á Íslandi, fæddir á Íslandi en eru ekki eins og flestir Íslendingar í útliti og verða fyrir ungt fólk að tala það núna eins og hafa orðið einhvers konar bakslag að verði fyrir svona virkilega slæm bara ofbeldi og einelti sko hvernig er eiginlega staðan fyrst þér á Íslendingu? Núna ert þú að tala við einmitt, þá sem leita sér aðstofar hjá þér á kvíðameðferðarstöðinni en hvernig finnst þér líka ástandið þá hjá þessum sem veistu svona ástandið á Íslandi dálítið? Af hverju er þetta bakslag? Ég veit ekki með grunar, sko það er náttúrulega svo sem ekki búið að rannsaka þá skoða nákvæmlega hvað veldur þessu. Einhverju leiti kann þetta að skýrast af því að sko eða harðar að dalum eins og ég segi, eða verður eitthvað kreppa, það er búin að vera núna aðeins undanfarin ár og það þrengir aðeins að. Fólk hefur kannski minna milli handana á svona vextur og háir og allt þetta að húsnæðisverð, skortur á húsnæð og ýmislega svona og þá fara sumir því miður að kenna það þessum hópiðum innflytjandum og svo kann að vera ég velti fyrir mig líka því að svona margt ungt fólk það dvelur ekki heldur einu sinni í þessum íslenska veruleika, það er í einhverjum heimi eins og að TikTok og svoleiðis þar sem eru ýmis gildi í gangi sem eru kannski íhaldsamari en okkar þetta er svo frá Bandaríkjunum þannig að og það er erfiðar einhvern veginn að ná utan það fyrir hvað áhrifin fólk verður þar og er ekki svolítið grasserandi stundum fordómar þar í svona umræðu bara kannski eitthvað annað en þá kemur það svona í gegn já og verður vör við það að þetta valdi að íslenskir kannski krakkar sem að leita til ykkar að þeir séu hrættir eða óöryggir við þá sem komað utan eru nýjir í skólanum og svoleiðis, finnst þér það vera svona algengt eða? Já, ég held það sko að einhverju leiti og líka bara í garð annara hópa. Það eru verið komið óvart hvað bara krakkar, unglingar eru, hvað maður heyrir
bara verður var við mikla fordóma sko, hjá svona ungu fólki bara í garð samkynhneigðra til dæmis ég verður við það að það alveg, já. En þá ekki, ef þetta kemur kannski bakslega einhver leiti kemur frá samfélagsmiðlum en ekki líka þá bara vöntun á umræðu, þú veist, samræði við börnin Jú, bæði samræðum og sko raunu veru að maður kynnist einstaklega frá þessum hópum. Það hefur líka verið gerðar ýmsar svona tilraunir af þessu þar sem að fólk til dæmis sko para random í hópa og þar sem að þú átt að vinna með fólki frá öðrum hópum og þá strax breytast viðhorfin og þú fer einhvern veginn að samsama þig meira þeim hópi sem þú átt að vinna með og allt þetta því við erum með ákveðin svona förum alltaf að magna upp jákvæðileika í okkar hópi og drögum úr jákvæðilegum í annar manna hópi og svo framvegis. Þannig kannski á út á landi þá eru þorrablótsnefndirnar þar sem verið að undirbúa leikrit og allir að vinna saman, það getur verið mjög svona góð leið til þess að minnka fordóma gagnvart fólkinu hinum bæjunum. Já, ég held að það sé einmitt bara, ég held að þetta sé einn besta leiðin. En hvar eru þorrablót, hvar slíkt eiginlega starf og hver eru þannig möguleikar í Reykjavík? Já, það góð spurning, einmitt. Hvar hittast menn svona til þess að eins og takast á við ykkur sameiginleg verkefni og það þyrfti að gera meira því að jú, þá er náttúrulega komið inn á þetta með að fólk sem að hefur menntun erlendis frá eins og ég man eftir pólskri konu sem að var með doktor í eðlisfræði og vann í bakari alla sinna tíð hér. Hún fekk aldrei menntun sinna metna og það hefur verið mjög erfitt fyrir fólk að bara fá menntun metna og við erum svolítið með þetta viðhorf eins og bara Háskóli Íslands er bara besti háskóli í heimi sko, það jafnist ekki á við hann. Já, sko verður nú ekki að segja sem svo eru Íslendingar talandi þetta þú veist, einsleitur hópur og svo leiðis að við erum náttúrulega ansi höfum lengi vel verið dálítið einsleitur hópur og sérstaklega kannski haldið líka það og haldið því fram ef við séum eitthvað sérstaklega einsleitur, jáfnvel genetist einsleitur hópur og menn ef ekki eins og vilja viðurkenna þessi einhver blöndun í landnáminu og svo leiðis já, erum við ekki dálítið eiginlega óvenju þá eiginlega svona kannski varnarlaus gagnvart svona orðræðu frá Ameríku og svoleiðis gagnvart svona ótta þegar að vera kynda undir ótta við því óþekta sko. Og það margbúið að sína fram að það þú kyndir undir ótta þá verður fólk íhaldsamara í skoðunum. Þannig að kvíði og íhaldsemi það helst bara hönd í hönd sko. Já. En það bara í kostningum líka sko, þú veist að því meira svo út með hræðslu áróður og allt þetta því íhaldsamara verður fólk þegar kýs. Já. Þá leitar það í öryggi. Já. En hérna á Íslandi var svolítið verið að kynda stjórnvöld, hérna síðustu ríkisstjórnar voru svolítið að kynda undir óttanum. Það voru nokkur atvik, þú veist það sem var svona verið að kynda undir óttanum og það virðist vera bara þegar yfirvöld svona leyfa sér eins og Bjarni leyfði sér þarna í einhverjum ferslum og ræðum að þá já, svona, hann dróð þessa línu svona milli okkar og hinnar sko. Akkurat, já. Er það sálfræðilega þekkt að þá er hann sem er sko yfirvaldið að gefa einhvern veginn leyfi, þú veist, á meiri tjáningu. Já, og þess vegna skiptir svo miklu máli hvernig skilaboð við fáum hvað að segja að ofan innan gæsalappa, sko. Það er akkurat það að því það, og meiri sé bara hluti séu sagðir. Eins og að menn sé á móti þjóðamorðinu sem verið hefur á Gaza að stjórnmálamenn segi það. Ég veit að þið geti kannski bara einir og séru gátt ekki upprætt þetta 1 frá 10 en það skiptir maður að máli líka bara hvað er sagt bæði hvað er sagt og hvað er gert. Já. Það er akkur þetta með fordóma líka svo líka sund kannski sumi sem að segja hluti sem eru kannski ekki heppilegir en myndu kannski aldrei mismun einhverjum þannig að það er líka þarf að greina svolítið að hvað er sagt og það sé ekki heldur gott og það getur virkilega verið meðandi en það er að segja sko mismunun, bein mismunun að koma illa fram við einhvern og eða hafa ákveðnar skoðanir kannski sem að þú lætur ekki uppi við þann sem ræðir. En það er rosalega vandræðagangur fyrir maður hjá svona fólki til dæmis sem er að tala um sín vandræði bara, kannski að fá ekki íbúð í félagslega kerfinu eða vera á biðlistum og svoleiðis. Þá heyrir maður það er vandræðalegt, fólk er alveg meðvitað um að það sé vandræðalegt að fara að kenna einhverjum öðrum sko, innflytjendum Já. En
þessi vandræðagangur verður líka til þess að það getur ekki verið að það grassir einhver svona, þú veist, þetta ósagða að þá bara raunverulega espislíðanin upp, verður ekki verið hægt að ræða eða segja til dæmis beint, já það nágranni minn, hann mjög leiðinlegur og hann þú veist, að tjáða, hann mjög leiðinlegur og hefur verið dóni ofbeldis eitthvað. Já. Þú veist, þarf ekki einhvern veginn að hjálpa okkur að tjá þetta, að við megum tjá það, við megum ekki bara skilur, Nei, akkurat. að því við viljum ekki vera rasistar eða með fordóma, að þá getum við heldur ekki talað einhvern sem að, mér finnst svolítið bera á þessu, svona algjörum vandræðagangi hvernig að tala hlutina. Já, og það svolítið aðskilja bara raun og veru, það ákveðin hegðun sem ólíðandi. En að aðskilja það svolítið alveg eins og bara við börnin sín, að maður á ekki að segja kannski vondur strákur eða eitthvað svolítið séður. Þetta sem þú gerði var ekki nóg gott, sko. Það akkurat þetta að sjálfsögðu og líka þetta að hérna því svo líka gerist að stundum ákveðnir hópar sem að sæta fordómum að þeir fari að túlka, sko. Og maður svo sem séð líka dæmi það í starfi, fólk segir já ég pantaði með cappuccino og fekk svo latte, það var bara því á Mexíkói og allt þetta og stundum túlkunin langsótt, en stundum á rétta á sér, en það svona, þannig að það líka akkurat þetta, hvað ætla maður að, já. En þetta alveg svona eitthvað sem maður verður að ræða við börn, bara líku við dagstaglega og vantar, ég held að foreldrar vanti oft svona tækin til þess, einmitt, að hérna, hvernig myndir þú segja, ef að barnið þitt kemur heim úr skólanum og hefur orðið fyrir til dæmis áreiti af hendi einhver sem talar ekki íslensku og grípur til ofbeldis og barnið að vandræðast með það, skilur, hefur heyrt að þetta sé af því að þetta sé ekki Íslendingur, ekki sannur Íslendingur, eitthvað svolítið. Já, ég held að sé bara mikilvægt þetta að reyna að aftengja þetta, að ef hitt barnið fór yfir mörkin, þá að leysa úr því nákvæmlega eins og maður myndi gera með þetta væri hérna, ekki aðkomamaður eða innflytjandi. Og aðgreina, hjálpa barninu að sjá þetta hefur ekki með því það að gera hvað hann og fólk heldur ekki að fá afslátt af því sko einhvern veginn að manni leyfist ekkert þó maður já, hvort sem maður hérna innflytjandi eða ekki að þá leyfist mann náttúrulega við segðum ekki og það verður líka að setja því mörk en að blanda því ekki saman við hvaðan maður kemur sko upprunnilega. Og hvar dettur þá svona þessi svokallaði rasismi? Hægt að tala rasisma bara raunverulega sem fordóma eða kýst þú frekar að tala eins og... Það ein tegund af, já í rauninni, já. Það svona fordómar svona þýðing á prejudices og það getur verið á ýmsum sviðum. Það getur verið í garð, já hvaða hóp sem og við getum öll sætt fordómum sko. Og allir sæta verið einhverju fordómum, það bara mismiklum og út af mismunandi, bara út af hópa sem að þeir tilheyra sko. En hvar ferði yfir þessu óeðlilegu mörk? Hvenær ertu komin út í rasisma? Já, ég myndi halda að það fer svolítið, kannski það bæði náttúrulega, það verður fólk að fá kannski að, hafa rétt á skoðunum sínum einhver leiti, sko, en svo það spurning með hvaða hætti tjáur þær á meiðandi hátt, tjáur þær þannig að, og hvað gerur þau? Það að segja, já, hvernig bregstu við? Því það eitt að hugsa eitthvað, allir megum náttúrulega kannski hugsa hvað sem en svo það þetta, hvar og með hvaða hætti ætlar að tjá þessar skoðanir og hvað gerur svo, ætlar að mismuna fólki og þetta tvennt þarf að grípa inn í. En þetta þannig að þú, sko, fólk kemur leitar til ykkar til dæmis sérstaklega kannski varandi kvíða og árátturlaus og leitar fólk, gæti fólk leita til þín með rasisma? Eða skilur fordóma og þá myndir þú eiginlega tækla það sérstaklega? Já, bara í aðra röndina hvernig sko viltu þegar þú sætir fordómum, hvernig viltu bregðast við? Hvað heppilegasta leiðin til að bregðast við ef maður sætir fordómum? Hvað ætla ég að segja og með hvaða hætti? Þannig að þú veist, það sé besta leiðin til þess að hafa áhrif á aðra af því að stundum líka það ýmsar leiðir eins og bara þetta á við okkur öll að ef okkur einhvern veginn komið illa fram við okkur að jú, við getum trompast, það besta leiðin? Eða kemur það bara verið orðið okkur? Við getum verið orðið passiv-aggressív og einhvern veginn dreigð okkur undan, en hvað best að segja? Bara tala hvernig mann líði með það sem einhver sagði. Það að segja, já, að skila þessu tilbaka við þann sem ræðir.
En nú ert þú að tala þann sem að sætir fordómum og verður fyrir aðkasti en hinn sem að finnur hjá sér rasískar skoðanir skilur, og ef að sá einstaklingur myndi leita til þín og segja getur þú hjálpað mér, ég finn bara fyrir núna finnst mér að ég ætti ekki að vera með þessar skoðanir en ég finn fyrir ótta og svona fordómum og myndi þú þá að segja verður velkomin, er einhver slík meðferð í boði eða svoleiðis? Já, ég hef nú ekki fengið fólk til mig sem hefur, það væri mjög svona æskilegt að fólk kæmi og óskaði eftir meðferð við þessum skoðunum sem það hefur en máli við erum öll þannig okkur finnst auðvitað það sem okkur finnst rétt yfirleitt. Þannig að það er mjög sjaldan sem að fólk einhvern veginn, fólki finnst það ekki hafa rétt fyrir sér. Nei. En auðvitað er þá alltaf það mjög, að því hugurinn allir sem hefur gengur út á að vinna með hugafar, hvernig maður dregur álit, hvernig maður túlkar hluti. Alveg svo þetta maður túlkar, maður yfir ákveðnar, og það er þannig að við höfum ákveðin grunnviðhorf til okkar sjálfa, til annars fólks og til mismunandi þjóðfélagshópa. Og svo tökum við eftir öllu sem okkur finnst stemma við það, í rauninni. Þannig að það verður hryðjuverk og einhvers þar og alveg þá hugsa einhver alveg dæmigerð, svona eru múslimar og allt þetta Og þannig að það er akkur þetta og það má vinna með þetta allt sem svolítið hvernig maður dregur ályktanir. En besta leiðin væri náttúrulega fyrir viðkomandi að fara bara beinlínis í saumaklúb með konum eða vera einhver svona félagsstarfi með fólki frá þessum hópi aðkynnast að sjá eða bara dvelja í landinu eða eitthvað svoleiðis til þess að sjá að og við erum með það eitt hugtak sem að mér fannst að vera bara svona paradigm shift því ég sótti kúrs í mannfræðinu sinni og það var að vera fjalla hugtakið þjóðhverfu svona ethnocentrism sem er akkurat þetta að við höldum ofta okkar menning sé best og við erum mjög gjörn á það hér á Vesturlöndum að okkar gildi og allt þetta sé alltaf náttúrulega langt best í heiminum og hinn séu bara óttalega bjánar að hafa þetta ekki svona eins og við en ég ekkit alltaf þeirra skoðuna til dæmis að þessi einstaklingshyggja á kapitalismi og allt þetta sem að ræður ríkjum hér sé endið þetta besta og ég að mörguleiti hrifnar af samfélagum þar sem að ekki einstaklingshyggja heldur ég á svona kollektivistik menning þar sem að þú hugsar út fyrir sjálfan þig. Þú ert ekki bara að hugsa að þú er sjálfan þig og hvernig kemst ég þangað sem ég ætla og allt þetta heldur hugsaðu hagsmuni heildarinn og svo framvegis. Þannig að En hver er munurinn á svona einhver leiti þjóðurnis hugsun sem að byggir á samheldni til dæmis eins og minnihlutahópa eins og sama og eða þeirra sem eru nýlendur eins og grænlendinga eða einhverja sem eru svona eins og þurfað segjum eins og samar sem að kannski eru svolítið að benda á mikilvægi sinnar menningar en eru að mér vitandi, nú veit ég ekki endilega að segja okkar menningu best og þar af leiðandi eigum við að taka yfir heiminn. Þau eru ekki þetta er ekki heimsvalda sinnuð þjóð, Er ekki svolítið mikil munur á þessu svona eins og hvernig það byrtist þá í einstaklingunum, Þessu að vera bara ánæður með stoltra sínu uppruna og eða ekki væntum ýmsa þætti í menningunni. Já. Og það er mikil munur á því og ég virða jafnframt, bara arflega annara. Það er akkurat þetta að virða eigin án þess að líta svo að maður segja sér miklu betri og maður ætli að valta yfir allt eins og kristibúðar gerði á sínu tíma og gera jafnvel enn. Þetta er alveg tvennt ólíkt raunverulega, Það er eitt að vera stoltur í sínu uppruna, það viljum við vera. Og það vantar náttúrulega upp á það líka í íslenskum skólum að bæða þessi móðumálskennsla að börn fá að halda í einarfleifð. Það er alveg þekkt líka það ef þú heldur móðumálinu þínu við í öðru landi að þá áttu betur með að ná bara tökum öðru máli líka. Þannig að það er líka þín arfleifð og allt þetta. Þannig að það skiptir mjög miklu máli en það hefur verið vanrækt mjög á Íslandi. Já, er ekki einhver svona vöntun í skólakerfinu á uppfræðslu bara almennt líka aukin fjölbreytileika í okkar menningu og samfélagi núna. Það er eins og maður fer svona heimasíður Reykjavíkurborgar og það er ekki til dæmis neina áætlun rasisma eða hvað það er að gera. Þú veist, það er náttúrulega eineltis áætlanir, Já. Og vinnustöðum er talað ofbeldi, þannig að það er svona ofbeldis áætlanir virðist vera, en
það eins og sé ekkert svona hægt að leita, ég var aðeins að leita hvert ætti maður að leita, þú veist til þess að einhver svona viðmiðun eða verða að kenna manni hvernig ég að taka á eins og sem kennari, hvernig áttu að taka á og þú verður vitni að miklum rasisma í þínu bekk hvar þarna svona leiðbeiningin? Já, sko nú þekki ég það ekki eins í skólum og svoleiðis en ég held að það sé bara mikilt að taka á þessu svolítið eins og hverju öðru einelti. Þetta bara hegðun sem að óásættanlega hegðun og það náttúrulega til góð prógram til þess að taka á því í rauninni. Þannig að farið yfir mörk annara. Þannig að þú myndir alveg vilja sjá að þetta væri, að rasismi væri orðaður, þetta væri orðaður sem vandi og sem fordóma vandi. Í okkar skólakerfi og í okkar daglegu umræðu eða hvað? Já, ég veit að það sé bara mjög mikilvægt. Hvernig hefur endað þetta spjall hérna? Þetta svo, við erum komin út á, þetta svo svakalega stórt svið. En myndirðu ráðleggja svona hlustundum og áhorfendum að lesa sér til eða pæla eitthvað í þessari stöðu sem við erum í svona á Íslandi varðandi rasismann? Já, kannski líka bara svolítið að því að aðlugunni þarf að ganga í báðar áttir. Bara hvernig getum við, sko, hvert og eitt okkar stuðlað samfélagi þar sem að bara hver og eitt fær að njóta sín. Það er mjög lítið talað það hvað innflytjendur leggja til Íslands samfélags. Það yfirleitt talað það í neikvæðum tón einhvern veginn að hvað einhvern útlendingavanda sem enginn Ég hef ekki orðið vörfin eitt útlendingavanda hér á Íslandi, sko. Og þetta mjög góð atvinnu þáttakanda meðan innflytjenda á Íslandi. Já. Og bara hvar væru við án þeirra, sko. Þannig ef að fólk finnur fyrir rasisma þá myndir þú flokka þetta með svona félagsfælni og kvíða og það ekki svona, þetta fer inn í eitthvað eða ótta, bara almennan ótta. Já, maður kannski segja að það sé ákveðin vörn að það maður sé komin í ákveðina vörn en maður þarf einhvern veginn að kannski hvað ég segja gera lítið úr einhverjum hópum eða eitthvað svoleiðis. Kannski þarf að upphefja sjálfa sig á kostnað annara en hins vegar eigum við þetta all til. Þannig að þetta í okkur öllum, þannig ég held líka þetta að það er líka auðvelt að hugsa bara já við hérna sem að við vókfólki sem að gerum allt rétt og allt þetta kannski að við getum öll sko litið svolítið eigin barm og skoða sko hvar get ég gert öðruvísi? Hvað má ég gera betur? Til dæmis bara hef ég heyrt innflytjendur tala það bara rosalega erfitt að kynnast Íslendingum og ef þeir eru einhvers staðar utan dyra sem þeir sjaldnast eru þá þeir bara í símónu sínum með eitthvað þannig að við gefum ekkert færi á okkur. Við leitum ekki eftir kontakt, við erum oft í svo lokuðum hópum. Við hleypum fólk ekkert inn í fjölskyldur okkar og maður getur beinleinis líka sagt bara gagnrýni fyrir það að hérna gera það sko af öðrum ættingum og svoleiðis þannig að skoða við þurfum kannski að opna okkur líka því það er náttúrulega hagsmun okkur alla að við séum sátt hérna og hérna og fólki líði vel hér að við tökum vel á móti fólki og það er líka, mér finnst ég hef séð líka bara í sko þegar ég hef verið að sinna flóttamönnum að mér finnst líka svona skilningsleysi meðal fagmanna til dæmis að fólk hefur hérna fólk sem að tala arabísku búið að vera hérna í 2 ár og það bara nú, þau eru búin að fá 2 ár hérna, þau eru verið bara fann að tala íslensku og geta bjarga sér og finna sér vinnu og allt þetta en nú hef ég sjálf verið að reyna að læra arabísku 2 ár á Duolingo og ég geti nú ekki séð að ég kæmist í gegnum atvinnuviðtal á arabísku og hvað þá mér væri bara sagt að fara okkur að heimasíðu, einhverja arabíska heimasíðu og finna mig þann starf og sækja og allt þetta sko, þannig að stundum skortur okkur skilning á því að þetta er meira að segja það þú veist eins og við ættum að fóta okkur í hérna Sádi-Arabíu eða eitthvað svoleiðis það bara meira að segja það að ætlast þess að fólk sem kannski hefur ekkit langa menntun að baki að það bara kunni að læra annað erlend tungumál og viti hvernig það á að fóta sig og vera líka meðvituð að bara þetta það ger ekki neitt og vera ítöðurinn frá svona óbeint að það getur valdið mjög miklum sársauka til dæmis barna sem að koma hingað og þannig að við spyrjum okkur svolítið sjálf, hvað ég að gera? Því svo eru margir sem að, margir allavega í orði, svona voru að horfa upp á þetta með hryllingi, hvernig þjóðmorðið í Gaza. En hversu mörg okkar gerðum eitthvað til þess að styðja við fólk sem að kom hérna frá Gaza, eða skiljið, þannig að það er eitt líka í orði, ef við getum verið vola vóki orði og allt þetta, en hvað við tilbúin að gera sjálf? Við tilbúin að fara aðeins út fyrir þægindaramann og kannski
kynnast fólki, draga þessu úr einangrun fólks þannig að verði auðveldara fyrir það líka aðlagast. Ég held að það er ekkert auðvelt að flytja til Íslands og kynnast fólki og sérstaklega kannski helst eða þú ert normaður eða eitthvað svo leist Dani kannski og svona með svipa tungumál en það er ekki létt að við hleypum fólk ekkert svo glatt á okkur sko. Nei. Og sérstaklega ekki frá því meira sko frá öðrum heimsálfum og svo leis. Nei. Þannig að við þurfum að gera aðeins í því að opna okkur og sjálf. Og bara fyrir okkur sjálf líka, ekki líta svo að við ætlum að gefa á okkur heldur bara það mun gefa okkur eitthvað, það mun gera okkar líf ríkara, við munum læra af því. Að vera ekki alltaf líka að tala við skoðanabræður okkar eins og við erum svolítið gjörn á, við erum svolítið einhverjum fílabeinsturnum og já. Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur við kvíða meðferðarstöðina og rithöfundur. Kæra þakki fyrir að koma og tala um þetta erfiða en mjög svona brýna málefni sem er rasismi og fordómar. Takk fyrir komuna. Og hlustendum og áhorfendur þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við tökum smá frímínútur og höldum svo áfram hérna við rauða borðið eftir smá stund. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.